Nýtum allt og spörum. Nettó stuðlar að minni sóun og býður stigvaxandi afslátt af vörum sem nálgast síðasta söludag. Hugsum vel jörðina, við eigum bara eina. Nettó. Já, það alltaf fjör í fréttum frá Suðurnesjum. Við hefjum leikinn í Grindavík. Þar máli í vinnslu hjá bæjarstjórn sem hefur óskað eftir 4 vikna fresti til að taka afstöðu til forkaupsréttar á bátnum Óla á Staðgek á 99. Báturinn í eigu Stakkavíkur og með honum fylgja 1000 tonn, þar af 800 tonn á þorski. Verðmæti kvótans 3 milljarðar króna. Fyrirtæki hyggst selja bátinn þar sem það þarf að selja aflaheimildir í krókamakskerfinu því að það fyrir ofan kvótaþak í því kerfi. Færi kvótinn úr bæjarfélaginu gæti það haft töluverð áhrif á atvinnulíf í bænum. Keilir af Ásbrú stefnir á að bjóða upp á 3 ára stúdentsnám frá og með næsta hausti. Skólinn hefur fengið tilskilin leyfi frá menntamálaráðuneytinu og nú hafin vinna við að koma skólanum á fót, en hann mun bera nafni Menntaskólinn á Ásbrú og skammstafaður MÁS. Hann verður að mörgu leyti frábrugðinn öðrum framhaldsskólum. Hann mun leggja áherslu á vendinám sem hefur verið stór hluti af starfi Keilis á undanförnum árum. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hóf síðastliðinn þriðjudag að bjóða upp á móttöku barnalæknis 3 daga í viku. Fjölnir Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri lækninga á HSS, fagnar þessum áfanga og segist horfa til þess að þetta verði mjög góð viðbót við þjónustu HSS við börn og foreldra hér á svæðinu. Stjórn Reykjanes jarðvangs auglýsir nú eftir áhugasömum aðilum til að hefja uppbyggingu þjónustumiðstöðvar fyrir ferðamenn við Reykjanesvita. Deiliskipulag fyrir svæðið býður staðfestingar hjá Skipulagsstofnun og samkvæmt því heimilt að reisa allt að 400 fermetra byggingu á lóðinni sem á milli Reykjanesvita og Valahnjúks. Sveitafélagið Vogar greiðir laun stjórnanda barnakórs Kálfatjarnarkirkju á vormisseri 2016. Þetta var samþykkt á fundi bæjarstjórnar Voga í síðustu viku. Farið var fram á styrk fyrir launum stjórnanda barnakórs Kálfatjarnarkirkju að fjárhæð 320.000 krónur. Flottir Vogamenn. 25 fyrirtæki á Suðurnesjum meðal framúrskarandi fyrirtækja árið 2015. Kreditinfo tilkynnti í vikunni hvaða fyrirtæki á landinu væru í þessum hópi. Þegar þessi viðurkenning var fyrst veitt árið 2010 voru aðeins 5 fyrirtæki á Suðurnesjum sem fengu hana, en núna 5 árum síðar 25. Listasafn Reykjanesbær opnar laugardaginn 7. febrúar ljósmyndasýninguna Iceland Defence Force Ásbrú í sýningarsal safnsins í Dús safnahúsum. Ára yfirgefinna staða framar öðru viðfangsefni Braga Þórs Jósefssonar ljósmyndara í þessari myndröð sem sýnd En flesta myndirnar tók Bragi á Keflavíkurflugvelli í kjölfar brottflutnings hersins árið 2006. Fjöldi bókana í Hljómahöll hefur næstum tvöfaldast á einu ári. Thomas Young, framkvæmdastjóri, segir að miðað við á sama tíma í fyrra þá séu mun fleiri viðburðir á dagskrá framundan á árinu 2016. Gestafjöldi var tæplega 30.000 á síðasta ári og sýningin Pál Óskar sló í gegn. Keflavíkurmærin Ástrós Brynjarsdóttir, íþróttakona Reykjanesbæjar, varð Norðurlandameistari í taekwondo í 5. sinn og var valin bardagakona Norðurlandamótsins. 3 stór þorrablót á Suðurnesjum síðustu vikurnar drógu að sér tæplega 2000 manns. Suðurnesjamenn ekkert að grínast með þorramatinn, en þeir grínast á þorrablótunum og taka fyrir fólk og atburði liðins ás á skemmtilegan hátt. Þar fóru Keflvíkingar mikinn í hálftíma myndbandi en þorðu ekki að setja það á netið. Þetta var því einkasýning fyrir þá rúmlega 600 gesti sem mættu. Leið upp þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Blaðið okkar sem hefur verið gefið út síðan árið 1980 og síðan Víkurfrétta vefinn, en hann átti 20 ára afmæli á síðasta ári. Þar að finna nýjar fréttir alla daga vikunar. Og fyrir kylfingana á kylfingur.is, nýjar golffréttir alla daga. Þið getur hort á eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á YouTube-rásin okkar undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst á vikuliðinni, verið sæl.
Vertu velkominn á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófað hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.